Ferskur og fljótlegur matur fyrir fjölskylduna og fyrirtækið. Grímur kokkur. Komið sæl, við heilsum ykkur að sunnan að þessu sinni úr háloftunum yfir Suðurlandi. Við erum í útsýnisflugi með flugfélaginu Erni og ég meintir að skoða nokkra vel valda sunnlenska staði. Hér á jörðu niðri gengur lífi sinn vana ganga mestu og í fréttum það helst að sýslumaðurinn á Suðurlandi ætlar að stýra bókauppboði bókabæjanna 5 í Hveragerði á laugardaginn og þar verður hægt að finna alls kyns dýrgripi og viðbúið að fjör eigi eftir að færast í leikinn. Þetta bara fer fram bara óskað boða og óskað frekar í boða og reynda að æsa upp og svona og það leitað boða nummer 1 og boða nummer 2 og svo fyrsta, annað, þriðja og slegið. Þannig að þetta svo bara óskup hefðbundið. Trjáræktin á Tumastöðum í Fljótshlíð líka nokkuð hefðbundin og skógarbóndinn býsna brattur og ber sig vel. En svo verður úr þessi breiða hér sem við sjáum. Þetta eru 160.000 birkiplantur sem hér eru á leiðinni að verða tré og svo eru hér í minni skammtum greni, fura og lerki og ösp. Ökutími hjá Jötni líka á dagskrá og við látum okkur dreyma hænsnakofa, sláttutraktora og dót af öllum stærðum og gerðum. Erum við að fara í Hagkaup? Nei, þú ræður. Þetta góð innkaupakerra. Ekki. Á laugardaginn standa bókabæirnir austan fjalls fyrir bókauppboði í Hveragerði. Þarna verður hægt að næla sér í ýmsa dýrgripi eins og harmsögu æviminnar eftir Jóhannes Birkiland og áritaða hvalsögu eftir nafna hans Kjarval, svo eitthvað sé nefnt. Bókauppboðið hefst stundvíslega klukkan 14 og verður í húsi leikfélagsins að Austurmörk 25. Við ætlum að vera bæði með gamalt og nýtt og bæði dýrt og ódýrt. Við erum með gripi alveg frá, við getum sagt, þar sem að lægstu boð geta verið niður í 2-3 þúsund og upp í það að vera svona svolítið dýrir hlutir eins og þessi bók hérna sem afar fágæt og þetta einn elsta málsháttabók okkar Íslendinga prentuð í Kaupmannahöfn árið 1830 og yfirleitt þessar veraldlegu bækur frá þessum fyrirtíma þær voru gefnar í svo litlu upplægi. Guðsorðabækurnar var það eina sem seldist. Og svo svona sannheilaga bækur eins og þessi grallari hérna sem að náttúrulega þó hann sé lúinn að þá dugar hann vel til þess allavega til að bæja þeim vonda frá eða slá hann í höfuðið ef þú gerir hann að sel og siglir á hann á milli landa. Og svo erum við með svona splunku nýjar gripi eins og þennan hérna afar fágæta bók eftir sjálfan meistara Megas. Ekkert, hún tormelt svolítið en þegar maður búin að lesa hana 2 svar þá getur maður að lesa Björn og Svein aftur og aftur og hún svona svo maður finnur alltaf eitthvað nýtt í henni, hún alveg mögnuð. Þetta bók með vísan í einmitt Axlar Björn og Svein Skotta og alveg jafn andstyggilega heillandi eins og þeir voru líka hérna í gamla daga. Eitthvað sem þú sér fram á og þú munir sjá eftir? Ég í tilfinningasambandi við allar þessar bækur en mér finnst alltaf mjög gott að bækur fari samt til þeirra sem að geta notið þeirra og vilja þær og það náttúrulega sko stemmingin sem skapast á uppboði þar sem ég veit að við höfum sko langskemmtilegasta uppboðshaldara landsins til að hjálpa okkur í þessu að svo stemming, hún getur einmitt skapa þetta menn ná þessu sambandi við sína bók sko og það sem þú langar í.
Bjarni kynnir þið sem skemmtikraft. Hvernig upplifun það fyrir sýslumannin? Já, það nú ekkert sérstaklega góð upplifun. Ég ætlaði ekki út á þá braut í mínu lífi. Heldur reyni ég að svona halda frekar minni virðingu sem alvarlegur embættismaður. En það þarf alltaf að vera einhver skemmtun með. En ertu með einhver svona leynitromp upp í erminum, hvernig þú ætlar að æsa mannskapinu upp? Kannski ekki leynitromp, maður reynir að helst að gera grín og helst að kostnað einhvers annars. Annarkvort þess sem verið að bjóða upp eða þess sem er að láta bjóða upp eða þess sem er að bjóða í eitthvað slíkt. Og það er langbest að maður þekkir eitthvað til, annarkvort bjóðanda eða sá sem á grípina, eins og allir maður reynir örugglega að gera grín eitthvað að kostnað Bjarna. Kær hilsen. Þetta var mjög algengt, sko. Þetta er svona típist fyrir málfar hjá Kjarval í hérna. Það var alltaf eitthvað svona rósir í málinu. En þú ætlar ekki að gera svona eins og var nú stundum gert í gamla daga að hella upp á mannskapinn? Já, það verður allavega off record, ef það verður. Þú hefur gert þetta áður? Já, þetta náttúrulega fylgir starfinu og því miður er náttúrulega oft vegna skulda en ég hins vegar hef boðið upp dánarbú. Það var alveg svakalega gaman og kannski margir sem minnast þess, sérstaklega hérna Sunnlendingar, það var inn í Fljótshlíð. Heldur þú reynir eitthvað að hafa vit fyrir fólki? Nei, alls ekki. En hvað með þið sjálfa? Heldur að þú standist þessar freistingar? Nei, já, það er nú máli. Bjarni var nú að sýna hérna bækur áðan sem að mér langar nú hálfpartinn í, allavega eina þarna sé ég. Og þá læti ég einhvern bjóða fyrir mig og reyndar, ég hef ekki svo uppljóstu því nú að þegar ég var með þetta uppboðin í Fljótshlíð hérna árið að það langaði mig svo í biblíumyndir sem voru þar á uppboði, svona falleg einhver Jesúsmynd. Ég sá þetta fyrir mér hangandi yfir rúminu sem hún reyndar hangir í dag. Þannig að ég fékk nágranna mína steinamenn svo kallaða til að bjóða í myndina. Og það voru náttúrulega allir uppboðsgestir, þeir voru alveg steinhissa, steinamenn skildi vera að bjóða í biblíumynd, þeir eru ekki frægir fyrir að vera á þeim markaði. Þannig að þeir buðu og ég var fljót að slá reyndar þegar var komið upp í það boð sem ég treysti mig til að greiða. Heldur þetta verði erfitt hjá þér á laugardaginn? Nei, þær eru nú, sko, með mér í þessu bókabæjarstarfi eru 4 konur og þær eru það duglegar við það líta náttúrulega á mig sem minnimáttar sem eðlilegt en þær halda utan um mig ef ég þarf á því að halda, ég veit það. Og munu hugga þig? Þær munu hugga mig, ef það verður mjög erfitt. Eins og allur almenningur veit vex ástinn á trjánum. Það var á 5. áratug síðustu aldar sem að Skógrækt ríkisins hóf skógrækt hér í landi Tumastaða í Fljótshlíð og það er óhætt að segja það að trén hér hafi dafnað vel og geri enn. Á síðasta ári tóku svo hjónin Óskar Magnússon og Hrafnhildur Inga Sigurðardóttir við rekstri gróðrarstöðvarinnar. Ástinn vex á trjánum. Hvernig datt þér í hug að fara út í þetta? Já, það var nú bara svona eitthvað bríjar í þannig að það var leiðinlegt að sjá þetta drabbast niður. Þetta reis á fornri frægð. Tumastaðir eru, það sem að sagt á vondu máli, mjög gott brand, sko. Okkur fannst gaman ef það væri hægt að koma þess aftur á koppinn, þó kannski í einhverjum aðeins öðrum stíl væri og byrjuðum hérna á því í fyrra að setja hér niður birki. Við þurftum nú svona að hafa snör handtök þegar við vorum búin að semja við skógræktina að taka þetta á leigu og þannig að við gátum ekki verið að vasast í mörgum tegundum í fyrstu lotu. Það var sem sagt allt tómt. Við erum bara að byrja á bara pínlitlu frævím og höfðum ekkert annað. Þannig að það svona hefur verið dálítið þungt startið en núna erum við í dag að selja annan farminn okkar sem að fer í Blómavall og þar er búin að vera birkiveisla síðustu viku og vonandi heldur hún áfram og þannig að en við erum sem sagt settum svo niður aftur í vor og þá bættum við öðrum 5 tegundum. Þannig að við ætlum að reyna að vera með svona 5, 6, 7, 8 tegundir og reyna að koma aftur á stað svona þessari stemmingu sem var hér á hlaðinu þegar hérna fólk kom hér og ekki bara selja svona í stóru stíl sem við þurfum að vísa að gera svona til að hafa, hvað ég segja, grunnundi framleiðsluna og starfsemina en síðan er hitt svona bara partur af menningu hérna úr sveitinni og sem að væri voða gaman ef að tækist að koma til að stað.
En þær eru voða svona myndarlegar og ræktarlegar þessar sem eru að fara í blómavatn. Já, þetta er bara ferlega vel lukkað. Plöntur. Já, þeir segja það sko, þeir eru búin að fá annan svona skammt og ég var nú bara náttúrulega mjög á nálum yfir því hvernig mann yrði tekið sko, en þeir voru bara alveg hæstánað með þetta. Varst þið þá ekki dálítið montin? Jú, ég var bara dálítið ánægður með það að hafa svona í fyrstu lotu sko, en ég náttúrulega þetta er náttúrulega ekki verið að gera þetta í fyrsta skipti hérna og ef maður passa sig að halla sig að réttum mönnunum og hlusta á þá getur þetta gengið sko. Við erum að potta. Og hvernig er að vinna hérna? Það er bara mjög róandi. Já, gott fyrir sálina. Við ráðum okkur svolítið sjálf, Óskar er svo afslappaður, við ráðum hvernig við komum og við erum bara að vinna í 8 tíma eitthvað svoleiðis. Þannig að það er líka mjög þægilegt. Það getur verið svolítið frjáls í því. Ég frétti að væri varla símasamband hérna. Já, það er svolítið vesen sko. Maður fær allt í einu bara þegar maður er loksins komin út í eitthvað símasamband í smá tíma. Og maður er símhringing hjá pappa bara brjálaður út í mann bara eitthvað, ég er búinn að reyna að hringja í 5 sinnum. Hvað ertu búinn að vera? Og þá er maður bara búinn að vera hérna inni sko. Ekkert í gangi sko. Það er allt í lagi, það er líka fínt eins og ég segi. Ekki bílar, ekkert tímasamband, bara við sko og plönturnar, það er kósí sko. Kunnurðu eitthvað á þessar plöntur þegar þú byrjaðir hérna? Viðar kenndi mér bara hvernig, hann var búinn að vera hérna viku lengur og bara kenndi mér hvernig ég átti að gera þetta fyrsta daginn sko. Það þarf að sinna plöntunum líka skilurðu því að þær eru mikilvægar. Því að þær gefa frá sér súrefni og við öndur súrefninu. Enga plöntur, ekkert mannfólk. Fyrst er það settar í pott, svo þarf að fara með þær inn í hús, svo þarf að láta það vera þar svolítið stund og svo þarf að fara með þær aftur út og leyfa þeim að vera úti svolítið stund. Þetta er bara svo lítið börn. En þarf það ekki að tala við þær og svona? Ég veit það ekki, ég hef ekkert heyrt það. Þeir eru bara svo margar að mann er ekki í sambandi við þær. Hvernig var þetta þegar þið voruð hann í byrjun? Kunnið þið eitthvað fyrir ykkur í þessu, þið Hrafnhildur? Ég veit nú ekki sko hvað hún kunni en ég held að ég hafi kunnað munin ekkert og þekkti ekkert munin á fræjum fyrir birki eða greni eða furu eða lerki eða neitt slíkt en ég var hins vegar viljugur að læra og ég held að ég sé búinn að læra með minnstakosti svona 5 tegundir. Er einhver trjátegund sem þið dreymir að rækta hérna sem þú ekki byrjaðir á? Nei, mér hefur satt að segja ekki dreymt neinar trjátegundir. Aldrei? Jú, ekki nema mig sko, ég fekk auðvitað martraðir þegar við áttum 160.000 birkiplantur og vissum ekki hvað ætlum að gera við það. En það eru nú einu draumati sem ég hef haft trjágróður svona upp á síðkastið. En hver er framtíðarsýnin þín, svona til viðbótar við það að fólk úr sveitinni komi hér og nái sér í plöntur? Ég held að svona megin framtíðarsýnin sé nú svona að þetta svona nokkurn veginn standi undir sér og þetta verður ekki mjög mikið tap á þessu. Ef það næst, þá er ég töluvert ánægður. En svona já, og ef það tekst þannig að það sé svona sæmilegu sómi af því. Ég á svo sem ekki vona á því að Tumastaði verði eitthvað stórveldi í gróðurhúsarækt og ég er ekkert að hugsa það þannig eða við. Miklu frekar bara að þetta svona nái svona sæmilegri fótfestu á ný og getur verið svona sveitinni og aðkomumönnum til ánægju. Til þess þá þarf einhverja svona grunnframleiðslu til þess að svona, hvað við segja, fyrir föstum kostnaði og slíku og hitt má svo vera svona meiri rómantík. Ástin vex á trjánum. Já, þær eru aðeins öðruvísi dráttarvélarnar hérna hjá Jötni en þær sem við sáum hjá Óskar í Fljótshlíðinni. En hér eru þær bæði risastórar og agnarsmáar. Þetta er fyrir okkur stóru strákana. Þetta eru típist vélar sem að menn kaupa eða fá gefins þegar þeir eru að gera upp eitthvað út í skúr. Svo segja menn sko þegar það koma gestir, já ég er nú að gera upp eitt svona út í bílskúr sko. Já, svoleiðis sem við þetta nota. Eða eitthvað stærri upp í sveit. Og þú heldur að ég geti lært á þetta? Ekki vafa. Þú ert vön bílum. Já. Við erum með kúplinguna hérna vinstra megin hjá þér. Já. Við erum með bremsunnar hérna hægra megin og olíugjöfun er svo hérna þessi appelsínuguli. Já, er bremsan svona stór? Já. En nú er búið að kvarta dálítið mikið yfir lélegu vori og að sumari komið seint. Finnið þið eitthvað fyrir því hér? Við finnum auðvitað töluvert fyrir því hjá hérna auðvitað bæði í versluninni en ekki síst hjá bændunum. Að menn eru náttúrulega búin að vera áhyggjufullir, þetta er búið að vera erfitt vor, þetta var erfiður vetur fyrir marga og svo kemur núna, hvað segja menn, kaldasta vor í 36 ár. Maður finnur alveg að þetta reynir á menn og menn hafa svona pínu áhyggjur.
En við höfum nú trú á svona að það renna af mönnum þegar menn, eins og núna, þegar menn sjá sólaglætuna aftur og menn fyllist bjartsýni, en það fullt af hlutum til að vera bjartsýnir yfir í sjálfu sér. Það fæst bara eiginlega allt hérna og hér einhverstu á hænsnakofa. Hvenær byrjuðu þið á þessu? Við erum búin að vera að selja þessa hænsnakofa í alliklega 4 ef ekki 5 ár. Þetta nýtur ávallt vinsælda. Alltaf töluvert ekki sísta þéttbýlisbúar koma hérna og versla svona annarkvort til að hafa í garðinum eða við sumarbústaðinn. Þetta ekkert mjög dýrt, tiltölulega einfalt að setja þetta upp og svona fyrir allt 4, 6, 8 hænur. Og svo ef að búskapurinn gengur ekki þá það svo sem engin hörmung? Það ekki heimsendir. En hvað vinsælast hjá þið núna, þetta sumarið? Á þessum árstíma fáum við alltaf mikið af fyrirspurnum ef við tölum verslunarvöruna kringum reiðhjól, sláttutraktora og gróðurhús. Þetta svona árstíðin fyrir það. Fólk er í moldinni og í grasinu og út að hjóla. En hvernig þessi sláttutraktorar? Þetta náttúrulega fyrir okkur sem hefum verið elt sláttuvélar í gennum árið, þá þetta bylting. Maður sleppur bæði við að slá og raka, maður situr þarna bara og hefur það huggulegt eins og það stendur. Á sinni landareign? Á sínu óðali. Jötunn samfélagslega þenkjandi fyrirtæki og sem dæmi má nefna að þá sunnlenski sveitadagurinn þeirra framtak. Og gott heilsufar starfsmanna hluti af starfsmannastefnunni og þar kemur heilsustofnun í Hveragerði meðal annars við sögu. Við bjóðum svo starfsmönnum upp á að gera við á heilsusamninga, þar sem að menn gera samning við fyrirtæki til 1 árs í einu ákveðna hreyfingu. Það getur verið frá því að koma hjólandi í vinnuna á hverjum degi þegar veður til eða ætla að fara göngutúra nokkru sinnum í mánuði eða fara í líkamsræktarstöð. Bara eitthvað sem stuðlar að bættu heilbrigði. Fyrir þetta fá menn 5.000 krónur á mánuði aukalegi í launumslagið ef slíkur samningur í gangi. Fyrir fyrirtæki skiptir þetta máli því að við vitum öll að yfirleitt förum við ekki svona tékk nema við séum neitt í það. Þetta alltaf eitthvað sem við ætlum að gera seinna og fyrir suma verður þetta seinna of seint því miður. Þannig að við teljum að með þessu séum við að fá betri starfsmenn og ánægðari. Svona. Og svo hvað? Stígur á kúplinguna og startar hérna þessi lykli, bara eins og að vera á bíl. Þá fór hann í gang. Prófaði bara að sleppa kúplinguna hægt og rólega og sjá hvað gerist. Þessi bílar örugglega tryggðir? Ég held að sé allt tryggt í kring. En lofaðu? Alveg pottitt, engar áhyggjur. Nú fyrir hann að staða. En þið lítið líka á okkur það ekki sem hluta af íslenskum landbúnaði? Við gerum það og það alveg markviss stefna okkar. Náttúrulega langstærsti hlutin okkar tekjum kemur frá bændum og sölu til bænda. Og við eigum mikið undir að bændur versli við okkur og að þeim gangi vel. Og þar að leiðandi þá reynum við að taka markviss þátt í hlutum sem að þeim gagnast. Og meðal hluta sem við höfum verið að gera þar núna kannski nýjast að við erum konum með ráðgjafarsvið innan fyrirtækisins þar sem við bjóðum mönnum upp á ráðgjöf hvort sem það varðar jarðrækt, fóðrun, aðbúnað gripa og slíks þar sem að hjá mjög færum sérfræðingum. Með þessu teljum við okkur vera að leggja svona 1 lóð á vogarskálunar í þessu sambandi að hjálpa mönnum að gera betur. Sér að þetta ekki flókið? Þetta æðislegt og svo ef ég vil aðeins auka hraðan þá gerir svona. Já, eða gefa í á olíugjöfunni. Já, hann þolir nú alveg að fara í potl, ekki? Jú. Ég hvort ekki því snúið við hérna bara. Jú, bara, hann þarf ekkert mjög mikið pláss til þess. Kúpling og bremsa. Og svo setjum við vendigýri hérna í handbremsa komin á. Og svo bara drepa á honum, já þannig hann læstur og drepa á honum hér. Þetta var ekki flókið. Þetta fyrir að jólagefa listan, sko. Ég upp í skýjunum og ég svíf ekkert amara varla hægt að hugsa sér betra líf bærilegri stað þó nei. So I want to point out where you are in the world
You are down here in Reykjavik, and we're going to be taking our flight 45 minutes all the way over to this city, which is spelled H-O-F-N. Does anybody know how to pronounce it? Hup. Good job. H-U-P. And so then we're going to spend the next 6 days biking, hiking, Zodiac touring, super jeeping, all the way back to close to Reykjavik. Núna virðist vera að koma svolítið meira líf í þetta venjulega svona túristaflug og það að breytast líka í það að með samvinnu við aðila út á landi að þá túristarnir sem áður fóru bara að skoða landið úr lofti, þeir vilja fá ykkur upplifun af landinu sem sagt á jörðu niðri líka. We take people on 1 week long trips all over the world. Our idea is that we do activities during the day and then we usually stay in nice hotels or do some fancy camping in the evening. Þarna kom hópur frá fyrirtæki sem hefur búin að skipta við okkur í nokkur ár. Þeir að senda okkur 15-20 manna hópa. Og forstjórinn kom hérna sjálfur og gerði svolítið úttekt bæði okkur sem ferðaþjónustu aðila og þeim leiðum og annars sem við vorum að bjóða upp á. Og árið eftir að hann kom þá sendi hann okkur svona 5 svona hópa. Næsta ár á eftir þá voru hóparnir 20 og í fyrra voru 44 svona hópar bókaðir og rúmlega það í ár. Þetta svo vöxtur sem hefur orðið í þessum geira ferðamennskunar sem dreifist all land og alveg bráðnauðsynlegt fyrir landsbyggðina að fá þessa hópa inn til sín til að nýta fjárfestingu í hótelum og uppbyggingu sem hefur átt sér stað hjá afþreyingafyrirtækjum og öllum öðrum. 2 reasons that I love coming here. One is that Iceland still feels very wild. I love the weather, and I love that the places that we hike seem a little bit underdeveloped. It doesn't feel like you're walking in a line with a bunch of other tourists. You get the place to yourself a little bit. And the other thing that I love about being here is the butter. I love the smjör. Þetta dýrmætir farþegar og dýrmætir túristar því að þeir nýta bæði það sem samgöngunar hafa upp á að bjóða og eins hótel og afþreyingu á meðan þeir dvelja. Þú getur verið hérna í þessu aftursætunu, þá hefur þau kannski svona aðeins meira pláss. Á veturnar Íslendingar mikið að fljúga því að ófærð og vegum og svona, það trekkir svolítið inn á flugið, fólk trissir ekki til þess að fara kannski mikilli hálku eða ófærð langar leiðir innanlands og tristir því meira og meira á flugið yfir veturinn. Þegar að sumrar þá fara Íslendingarnir meira að keyra og í sínum fríum og viðskiptum og þá koma útlendingarnir á sumrin og vorin að þá koma þeir inn eins og farfuglarnir og þegar Íslendingarnir fara á vegina og þá koma útlendingarnir og fljúga og þeir hjálpa til við að halda, má segja, þessum samgöngum innanlands bara gangandi. Það margt sem fylgir fjölgun ferðamanna. Það höfum við séð á ferðum okkar Suðurland fyrir N4. Nú nálgumst við leiðarlok og okkur fannst því freistandi að gera eins og hinir ferðamennirnir, fara í hefðbundið útsýnisflug yfir sunnlenskar sveitir sem hafa fóstrað okkur svo vel í vetur. Hefðbundna túr í góðu veðri þá förum við frá Reykjavík Nesjavelli, Þingvelli yfir á Geysi og þaðan yfir á Gullfoss, sýnum það og síðan Háafoss. Förum svo frá Háafossi og inn í Landmannalaugar og Hrafntinnusker og þar yfir í mörkina að baka til. Komum svo út mörkina og tökum svo suðurströndina tilbaka til Reykjavíkur. Þetta en hefðbundin túr, mjög vinsæll og við köllum hann ís og eld og
Þá skoðum við eldstöðvarnar á leiðinni, það er náttúrulega Hekla og háhitasvæðin og svo Mýrdalsjökull og Eyjafjallajökull og þetta er túrinn, þessi sem er svona langvinnsælastur hjá þeim sem að koma svona í stuttarferði til landsins og vilja svona sjá svona það helsta sem að Suðurlandið hefur upp á að bjóða. Ferskur og fljótlegur matur fyrir fjölskylduna og fyrirtækið. Grímur kokkur.